Góða kvöldið og velkomin í Gamesýruna. Þáttur númer 2 í dag. Það sem sagt miðvikudagurinn 27. maí. Það sem þið eruð að horfa á hérna, þetta sem sagt The Victor UFO tape. Þetta sem sagt, þetta að koma núna svolítið upp á yfirborðið aftur. En það var sem sagt árið 1997, þá birtist á internetinu og í UFO heiminum eitt umdeildasta myndband sem komið hefur fram, tengt sem sagt, myndum ET eða NHI, Non-Human Intelligence. Þetta hefur verið þekkt undir ýmsum nöfnum, eins og til dæmis The UFO tape, eða The Alien Interview tape, eða einfaldlega Victor tape. Myndbandið sýnir litla veru sem líkist svona klassískri grey alien í útliti, stórt höfuð, dökk augu og grannur líkami. Veran virðist sitja í lokuðu herbyggi undir eftirliti manna í hlífðarbúnaði og ákveðnum tímapunkti virðist hún missa algjörlega stjórn á sér og veikjast og starfsfólk hleypur inn í herbyggi. Það sést hérna betur í lok þessa myndbands. Það sem gerði myndbandið sérstaklega frægt var að það var maður sem kallaði sig Victor. Hann hélt í fram, hann hefði smiglað upptökunni út úr leynilegri bandarískri heraðstöð sem satt á S4, Section 4, sem rétt fyrir utan Area 51. Hann kom aldrei fram undir réttu nafni og engin staðfest auðkynning hefur nokkuð mann fundist. Victor sagði, þessi maður, að upptakan hafi verið tekin inn á þessu svæði, þarna S4. En svo afstæða hefur lengi verið hluti af sögursögnunum, altså hvað var það leynilega rannsóknir á UFOs og geimverum og þá má kannski einna helst vísa í sögunans Bob Lazar sem við hefum kannski eftir að fjalla hérna einhvern tímann ítarlega. Samkvæmt frásögn Victors var myndbandið tekið einhvern tímann seint á 9. áratugnum eða snemma á þeim 10. Hann hélt í fram að myndavélinn hafi verið hluti af öryggis eða rannsóknarkerfi innan aðstöðunar og hann hefði fengið aðgang að afrita upptökunni vegna vinnu sinnar. Það er semst engin opinber gögn en þá sem að hafa staðfest þetta. Victor, hann var líka þekktur meðal UFO áhugamanna eftir hann tók þátt í viðtölum tengt útvarpsþættinum Coast to Coast AM sem var stjórnað af Art Bell og sá þáttur var á sínum tíma miðpunktur umræðu sem sagt UFO fyrirbærið í heild sinni. Hann sem sagt í þessum útvarpsþætti þá hélt Victor fram að bandarísk stjórnvöld hefðu í áratugi falið upplýsingar verur utan á geimnum og myndbandi væri aðeins lítið brot af miklu stærra leyndamáli. Margir sem hafa skoðað myndbandið segja að það hafi óvenjulega raunverulega stemningu miðað við tækni brellur þess tíma. VFS gæðin, eins og við þekkjum sumhver, skuggarnir, takmarkað sjónarhort gera það verkum að erfitt að sjá nákvæmlega hvað í gangi, sem hefur raun aukið dularfulla ímynd þessa myndbands og sumir haldaði fram að hreyfinga veruna séu of náttúrulegar til þess að vera svona, svona einföld svona puppet eða brúða, sérstaklega að hún virðist anda þungt eða bregðast við fólkinu þarna í lokin. Aðrir benda á að 10. áratugnum hafi verið til sérfræðingar í kvikmyndabrellum sem hefðu auðvitað geta búið slikt til og það auðvitað alveg þannig. Í UFO-kultúr hefur myndbandið fengið sérstakann sess vegna þess að það ekki eins svona sýningakent eins og mörg önnur meint geimveru myndbönd og ég get nú kannski í því samengi, þá get ég kannski sýnt ykkur annað hérna, það sem sagt, það er Skinny Bob. Þetta nú ótrúlegt myndband. Það þarf eiginlega heilan þátt í þetta. Skinny Bob maður. Þessu var sleppt held ég 2013 í gegnum sem sagt eitthvað svona leyni YouTube reikning undir nafninu held ég Ívan 013. Þetta hefur valdið miklu fjaðrafóki og fólk vil meina að þetta sé ekta. Oh my god. Spáið í þessu. Þvílík fegurð. En það komið þarna, hvað var það Ívan, það komið svona 3 myndbönd út. Ég þarf að fjalla það einhvern tímann í góðu stuði. En að Victor, á internetinu sem hafa, á internetu hafa síðan þróast fjölmargar kenningar hvað raunverulega sést á upptökunni í þessu Victor myndbandi.
sumir telja að veran hafi verið líffræðileg, semst eining eða semst einhver vera sem átt erfitt með að lifa af semst í lofthjúpi jarðar, en aðrir haldaði fram hún hafi verið hluti af samskipta tilraunum milli bandaríska hersins og annarra siðmenninga. Einnig hafa verið til sögusagnir að myndbandi hafi aðeins verið stuttur hluti af mun lengri upptökum sem aldrei hafi verið birtar opinberlega. Ástæðan fyrir því að ég að fjalla þetta og það er kannski aðeins í lokin, hvað var að myndbandið? Þetta Viktor myndband hérna, sem við vorum að horfa á, við getum leikt í að rúlla hérna aðeins lengur en ég bladar það. En það er sem sagt, ef ég skrolla hérna aðeins fyrir hérna aðeins lengra og sjáu hérna, hún er fann að anda þungt, sjáu þið? Svo kemur hérna eitthvað fólk inn í myndina. Hún er ykkur tómu vesinni, selska. Oh my god. Aumingja. Litla gráa dúlan. Sjáu þið hana? Þarna koma eitthvað hérna stumri yfir henni. Úff. Hún er tómu rugli greið. Úlala. En það er sem sagt einmitt þetta atriði sem flesti muna eftir, það er sem sagt í lok myndbandsins, það virðist eitthvað að fara úrskeiðis hjá verinu, hún byrjar að hreyfa sig óreglulega, hallar höfðinu og virðist annarkot vera að veikjast, fá krampa eða eiga erfitt með öndun, þá breytist andrúmsloftið í herbygginu mjög snögglega og fólk í hlíðabúnaði, eða læknis eða öryggisbúningum, kemur inn í herbyggið mjög hratt og þau virðast vera sem sagt að styðja við veruna, haldinu uppréttri og framkvæma einhvers konar neyðaraðstoð eða læknisathugun. Það sem ég langar að fara aðeins inn á hérna núna, ástæðan fyrir því ég að nefna þetta, það er sem sagt hérna sögusögn, ég ætla að fletta því hérna upp, hvað er ég með þetta? Hérna er þetta. Þetta er sem sagt, þetta er þýddu texti sem ég þýddi hérna, ég sá þetta í gær, sem sagt, það er einhver ónefndur rannsakandi, sem sagt, UFO rannsakandi, hann hefur deilt, sem sagt, merkilegri frásögn, sem sagt, af 2 þingmönnum og það er náttúrulega ekki margir sem koma til greina. Það er annarkot Anna Paulina Luna, Eric Burleson og Tim Burchett, sem hafa fengið að sjá myndbandið Victor Tape. Og þetta myndband er sagt innihalda viðtal við þessa ómanneskjulega veru frá Area 51. Og það er sem sagt, og þetta er langur texti þar sem hann í rauninni heldur því fram að 2 þingmenn hafi fengið að sjá þetta myndband í svokölluðu svona skiff og skiff er svona loka rými þar sem að trúnaðar upplýsingum er deilt og þetta skilja síman eftir fyrir utan og engin raftæki út alveg skannar áður hún fer inn og þetta hafa þau verið að segja allir þessi 3 einstaklingar að eftir að hafa farið inn í þessi svokölluðu skiff upp á síðkastið, þá hafið þau verið að sjá myndbönd og ekkert bara svona myndbönd eins og við erum búin að vera að sjá frá þessum skjaladroppum sem sagt á stríðsmálaráðuneytinu, heldur hafa þau verið að sjá myndbönd sem að í rauninni fyrir þeim sanna tilvist, ekki bara fljúgandi furðuhluta, heldur líka sanna tilvist þessara ójarnesku eða ómennsku vera. Og ég nú komið inn á það áður hérna í geimsýrinni sem að hættir aldrei að flæða, hún flæði stanslaust að Anna Paulina Luna kemur út bara og hún talar interdimensional beings, þannig að mögulega hefur hún líka verið að sjá einhverjar myndir eða myndefni af verum sem að þess vegna eru ekki svona eins og til dæmis þessar Grace veru sem eru taldar vera svona hálgerðir hýbridar af einhvers konar svona framleitt biológísk útgáfa af veru sem er búin yfir vitund og annað, heldur líka bara interdimensional eða bara veru sem búa yfir einhverjum hæfileikum sem gerir þeim kleift að fljúa að ferðast á milli vita og þess vegna brjóta í rauninni öll þau þekktu náttúrulögmál sem við erum auðvitað vön, við höfum heyrt sögur af verum sem labba í gegnum veggi og alls konar brotnámstilfelli sem verur bara koma inn í íbúður og í gegnum glugga bara á þess að brjóta nokkuð skapaðan hlut eða opna hurð Þannig að þetta er sem sagt einhver sögursögn núna sem er á flugi að þessi 2 einstaklingar hafi sem sagt þingmenn hafi sem sagt fengið að sjá sem sagt þetta Victor Tape. Annað í þessu, það var sem sagt einhver fréttamannafundur in the Oval Office
það sem að Marco Rubio, Donald Trump og hvað heitir hann, Pete Hegseth sem sagt fósetinn og aðstofafósetinn eða varafósetinn og svo Pete Hegseth sem stríðsmálaráðherra. Þeir voru þarna allir þrír, sátu þarna eins og einhverjir kongar og Donald Trump var að halda þarna einhverja ræðu. Ég er nú ekki með hana hérna hjá mig núna en hann sem sagt segir sko að þarna ég get nú kannski fundið hana ef þið viljið. Má sjá hvað er þetta kvikindi hérna? Ég setti þetta hérna bara þetta, má sjá, íti hérna á pásu gerir kannski svona þarna, já, aðeins að fara tilbaka hérna sýnið með smá bilund, slakið á og þá þarf ég að hækka í einhverjum mæk hérna, gerir ég svona fer hérna eitthvað ég heyri kannski vonandi eitthvað, er tilbúin í það? A lot of information having to do with extraterrestrial things, and people are totally fascinated. We're releasing a lot of information having to do with extraterrestrial things, and people are totally fascinated by it. It's amazing. I wasn't sure if they would enjoy it. It's literally. Þetta var bara áðan, hann sem sagt hélt fréttamannafund áðan, sem sagt inn í Oval Office, þar sem hann sagði we're going to be releasing documents about, svo sagði hann eitthvað extraterrestrial, svo leiðir þetta að segja og sagði extraterrestrial things og þegar hann segir þetta þá kíkir Marco Rubio svona snögt á hann, það er ekkert víst hann hafi átt að segja þetta. Þetta eru svo miklu kjánar. En heyrðu, allavega, þetta var The Victor Tape. Við ættum að taka Skinny Bob fljótlega. Skinny Bob, hann er hérna, Skinny Bob er hérna, Dulibub, hann er hérna. Og við ættum kannski að taka hann næst. Ég skrifaði Skinny Bob í UFO 101 og talandi það, svona í lokin, UFO 202 er núna komin í hönnuð, eins og kannski þið vissið. Og ég er svona að vonast til þess, ég var eitthvað að pressa útgefanda minn í dag að við værum sem sagt bara komin með bækurnar í forsölu fyrir óvenju áhugasama fyrir 8. júlí þegar að Donald Trump ætlar að halda þessa ræðu þar sem hann mun tilkynna okkur það að við erum ekki ein og geimverur séu meðalvor. Það verður spennandi. Herra Skundar, ég biðst afsökunar á hljóðinu, það er eitthvað, ég er eitthvað ennþá að glíma við eitthvað svona tæknimál, en þetta stendur allt til bóta. Þið followið eða subscribeið ef þið viljið, þið búið frjálsum vilja, það er UFO Gamesýran á TikTok og Þvottahúsið Gamesýran á YouTube og til þess að hjálpa boðskapnum að ná sem lengst í allar áttir 360 gráður, þá deilið þessu með vinum og vandamönnum. Heyrðu, nú mamma hringja og maður ekki alltaf að svara mömmu sinni. Segjum það. Takk fyrir kvöld.